Við í Augnablikki Iðnaði erum komin hérna á auglýsingastofuna Vorar og við ætlum að forvitnast nýja konfektmola og hvernig þeir eru til. Konfektmola frá Nova Sirius. Komið sæl, við í Augnablikki Iðnaði erum komin hérna í auglýsingastofuna Vorar og við ætlum að ræða meðal annars konfektmola, eitthvað sem allir elska. Hjá mér eru Dagný og Hrönn og við ætlum svona að byrja kannski að fá að forvitnast aðeins auglýsingastofuna. Ef þú segir okkur svona frá stofinni og svoleiðis, hvað þið eru að gera hér? Já, við sem sagt, Vorar var stofnað 2011 undir nafninu Árnasinnir og núna í vor síðastliðið að þá breyttum við nafninu yfir í Vorar og á sama tíma þá breyttum við fengum við nýja ásýnd og fluttum í Kringluna. Þannig að það voru hellingsbreytingar núna í miðju COVID hjá okkur. Við höfum unnið fyrir Nova Sirius frá upphafi stofunnar. Gert allt markaðsefni og allar umbúðir og allt fyrir þau. Þannig að við erum svona alhliða auglýsingastofa en svona umbúðir og kannski svoleiðis svona áhersla eða hvað? Já, við erum í rauninni bara alhliða auglýsingastofa, bjóðum upp allt sem að bara venjuleg auglýsingastofa býður upp á. En kannski svona umbúðir er svona okkar sérgrein meðal annars. Og kannski kemur það tengingi við svona vörumerki eins og Nova sem er með mikið umbúðum og svona, já, hvað var að segja, svona flott og gott vörumerki. Þetta er verið skemmtilegt að fá að vinna með svoleiðis. Já, klárlega. Er það ekki? Jú, og það er náttúrulega miklar breytingar alltaf hjá Nova Sirius. Þeir eru endalaust í vöruþróun og þannig að það er orðið mikil þekking innan hús á umbúðum. Já, akkurat. Og svo 2018 það urðu miklar breytingar hjá Nova Sirius, þá breyttu við eftir skipt út vélónu sínum og þá fengum við það verkefni að teikna ný form fyrir ný mót fyrir súkkulaðið. Og það var mjög skemmtileg vinna. Og svona í framhaldinu af því að þá fáum við þetta verkefni að búa til nýja konfektmola. Já, akkurat. Það er einmitt það sem við ætlum að ræða meðal annars, því að það er nú svona, þetta er svona kannski eitt af heitu málanum hjá mörgum að konfektmólarnir og uppáhalds konfektmólarnir og einhvern veginn allir skoðun og áhuga á konfekti. Og nú eru komin ný mólar, kannski bara segja okkur frá hvernig svona ferli hefst, hvernig fer þessi vinna fram, eða hvernig hefst ferlið? Já, þetta hefst náttúrulega bara með beiðni frá kúnna að hanna nýja móla og við náttúrulega förum bara yfir væntingar til verkefnisins og hvað þau vilja kalla fram og einnig eru þau stundum með svona hálfmótaðar hugmyndir hvernig þetta á að líta út eða eitthvað svoleiðis. Við setjumst svo niður saman hérna bara inn á stofunni og ákveðum hvað sé best að gera fyrst. Það þarf að taka tillit til ýmis, bæði framleiðslu og alls konar. Og við komum með tillögu og fullmótum hugmyndir og svo bara byrjum við að vinna. Byrjum bara að teikna og En mólarnir sem eru núna, sem komu núna nýjir, af hverju þessar myndir og af hverju þessi munstur? Já, þetta er náttúrulega mjög hefðbundin vara, Nova Konfekt. Og myndirnar þurfa náttúrulega bara að vera í stíl við það, sko. Og við náttúrulega fáum einhverja hugmyndir hvernig fylling kemur til með að vera inn í mólunum. Myndin þarf þá líka að passa við það. Þannig að hrafnin til dæmis og lakrísinn, ég meina þetta er svona dálítið passa dálítið vel saman, sko. Svart og, já, akkurat. Það er skemmtilegt. En hvernig skilið þið svona vinnu af ykkur? Þið eru ekki að berja munstur í mót, væntanlega? Nei, þetta er náttúrulega rosa mikið teiknivinna. Og við náttúrulega vinnum það dálítið mikið saman. Við erum með fleiri teiknara í vinnu hverju sinni og við vinnum þetta mikið saman. Og þetta er bara, fyrst og fremst er þetta bara teikna sem flöt mynd. Við bara ákveðum hvað við ætlum að teikna. Meðan við hrafn, þá byrjum við bara að gera teikningar af hrafni og á hrafnin að standa á bergi eða á hann að vera á, hreiðri eða hvað það er. Og við bara gerum alls konar tillögur, hvað kemur best út og köstum því á milli og til allir orðnir sáttir. Og svo þurfum við að fara í svona fíniseringar eins og mælingar, hversu mikið má
hrafnateikningin rísa upp úr mólanum og þú veist, hvernig ætlum við að hafa hrafnin sjálfan flatan ofan ætlum við að sýna fjæðramunst, þetta er rosa flókið, massi þarf að hugsa út í sko. Þannig að svona bara af því að ég nú svona mikið súkkulaði aðdáandi sjálfur, er öðruvísi að vinna með svona vöru eins og súkkulaði heldur en einhver aðra vöru, líður manni öðruvísi að vera, eða þetta bara teikning á blaði? Þetta er náttúrulega bara teikning á blaði, en þetta er mjög óvenjulegt verkefni sko. Að vita það að loka útkoman kom bara til með að vera súkkulaðimóli sem allir eftir að gæða sér á sko. Þannig að því leyti til þetta mjög óvenjulegt, en þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst teiknivinna og svoleiðis sko. En hversu langt svona ferli? Hvað var langt ferli við þetta til dæmis? Þetta er kannski erfitt að segja nákvæmlega hversu langt það var, því þetta byrjunarstigi getur verið langt og meðan að kúnnin er að fullmóta sínar hugmyndir, þau eru sjá fyrir sér raða inn í markaðsplan, hvenær kemur þetta til með að koma á markað og svoleiðis, þannig að alveg frá upphafi kannski erfitt að segja sko nákvæmlega hversu löng vinnan var, að því svona verkefni fara á hóldinn á milli og tökum þráðin upp aftur og svoleiðis. Eins og gengur. En þetta er mjög langt ferli og það er mjög margt sem þarf að taka inn í, við þurfum að kynna okkur náttúrulega það er nýr vélabúnaður, vélar frá Þýskalandi, alls konar, við þurfum að tengja okkur við tengiliði þar og þetta er, sá sem að smíða mótin er annar og alls konar svoleiðis sko, þannig að við þurfum að kynna okkur alveg alls konar áður en við vitum hvernig lokaútkoman getur litið út sko. En eitthvað sem að koma ykkur á óvart í þessu ferli? Það sem mér fannst svona að koma mest óvart sko, hvað það kæmi ótrúlega sko, fallegur súkkulaði móli, að hann hafi komið út úr formunum bara, þú veist, með þessum þrívídd og allar sko, allt þetta hérna, allir dítilinn, hvað þau svona, öll smáatriðin, hvernig það einhvern veginn er ábyrjandi í, þú veist, í mólanum sjálfum. Hann er rosalega fallegur, til og með svo bara hrafnamólar, þeir eru allir rosalega fallegir. Þannig að þú skoðar hrafnamólan, þá er hann, þú veist, maður getur svona alveg að horta endalaust á hann og séð sko smáatriði út um allt. Hversu nákvæmt súkkulaði móti getur verið, maður einhvern veginn bjóst ekkert endilega við að hann kæmi, þú veist, þetta var svolítið svona váfaktor þegar maður fekk hann í hendurnar. Bara svona, Ég get alveg sett ykkur það að þegar Íslandsmólinn kom á sínum tíma, sko, þá fannst manni þetta svona mikil og flott tækni hvernig var hægt að gera þetta, en þessi er ennþá meira svona díteilaður fyrir, þetta er bara glæsilegur móli og bara flott og maður svona, ég segi það ekki að segja alveg á mörkunum að tíma að stinga honum upp í sig, maður lætur nú vaða samt að því maður veit hvað hann er góður. Það er hérna. Akkurat. En hafið þið unnið svona svipuð verkefni þessu áður? Það er þá kannski bara þessar súkkulaði plötur sem að Hrönn nefndi aðeins áðan. Sko, 2018 var ár mikilla breytinga innan NÓA og þau voru að skipta út einhverjum af vélbúnaði og það þurfti að endurteikna öll mót. Þau þurfti bara að breyta málinn á hverju súkkulaði móti eins og þið þekki bara suðusúkkulaði eða rjómasúkkulaði hvað það er og þetta smíða ný mót fyrir það allt saman. Og þá fórum við náttúrulega bara að hugsa, ok, viljum við ekki bara breyta þá hönnuninni líka og setja þá Nóa Sirius logoið á hvern og einn móla sem hefur aldrei verið. Þeir eru náttúrulega búin að nota áratuga gömul mót og sem er alveg sjarmerandi út af fyrir sig líka sko. En okkur fannst tími til að setja logoið í hvern mól fyrir sig og það kom vel út og Nóa mólinn sko sem að gengur undir heitinu Nóa móli. Hann er í raun og veru byggður og hann er teiknaður út frá stökum móla í stærri mótum. Það eftir því að þið kaupir svona plötu og brýtur einn móla, hann lítur hann út eins og einn svoleiðis móli. Nú er þetta áratuga gamalt vörumerki, þannig að hlýtur að vera svona bæði skemmtilegt og áskorun að vinna fyrir að hanna vörur fyrir svona vörumerki, er það ekki rétt? Jú, algjörlega. Og maður þarf að vanda til verks og hugsa sér sko þá eftir að nota þessi mót í áratugi. Þannig að þetta þarf að, þetta er ekkert eitthvað vanhugsa sko. Og þess vegna eru mólarnir, það var alveg hugsun á bak við þá, eins og bara, þeir þurfa að passa við þessa sígildu móla ofan í kassanum, þetta er sígild vara og þannig að það er alveg áskorun að koma með útlit sem að passar við hina mólana
en eru samt, þú veist, eins og þessir eru, þú veist, þeir eru samt svona, þú veist, það komin tækni, miklu, þú veist, tækni sem að sýnir þessi smáatriði og fleira sko sem að við erum að nýta. Þannig að og einmitt svo hugsun að þeir verða jafnvel í einhverja áratugi sko, þannig að það hendur ekkert bara einhverju fram. Nei, akkurat. Nei. En sko, spurning sem að hent fram í svona undirbúningi fyrir þetta viðtal, hvað skemmtilegast við þetta verkefni hlýtur að vera að smakka, eða ekki? Það kannski eitthvað fleira, en hvað svona skemmtilegt? Það klárlega partur af því, algjörlega. Það smakkar rosalega vel. Það vel smakkaðir allir mólarnir. En það líka rosalega magnað að halda svo bara á loka útkomu vörunar í hendinni og þú ert ekki bara búin að hanna umbúðir og allt utanum heldur bara mólan sjálfan og súkkulaði mótið sjálft, það mjög óvenjulegt sko. En mikilvægt svona að vinna með fyrirtækjum eins og þessum ekki gríðarlega mikilvægt að það sé gott svona, hvað segja, svona á milli samskipti á milli fyrirtækisins og sem þeir að vinna fyrir að því að boltinn lítur að þurfa að fara fram og tilbaka. Já, hann gerir það. Boltinn fer á milli margoft og það náttúrulega sambandi mjög mikilvægt og við náttúrulega höfum unnið saman í mörg ár. Já, akkurat. Þannig að það kom vel að, akkurat. Kom vel að notum. Já, þannig að það bara, það hefur alltaf verið mjög gott samstarf og bara orðið bara náið vinasamband að milli og við erum alltaf búin að vinna það lengi fyrir þau að það svona, þú veist, eins og bara Dagný svona svolítið farin kannski líka ofta að veit í rauninni, þú veist, það þarf ekki að setja okkur inn í hvert eitt og einasta verkefni. Nei, ég skil það. Það grunnur sem góður grunnur sem við búum að. Já. Eitthvað fleira á teikniborðinu sem á leiðinni frá Nóa sem kannski má ekki segja frá eða hvað? Það alltaf. Þau eru svo duglega að koma með nýjungar sko. Þannig að það alltaf eitthvað á teikniborðinu. En við náttúrulega erum bara komin í páskana og... Já, auðvitað, þið eru alltaf langt á undan. Já, við erum alltaf árstíð á undan, sko. Við vorum sem sagt að spila jólalög í maí. Já. Við vorum að vinna konfettkassana. Já, það snuð. Og nú erum við bara komin í páskastemninguna. Já, frábært. Þannig að þið eru alltaf langt á undan. Við erum alltaf aðeins á undan. Við erum aðeins í annarri árstíð oft. Það kannski svara næstu spurningu hvað framundan, en það allavega í þessu þá það allavega páskar og svona, og svo bara kannski jólin þar á eftir eða hvað? Já, sumari kemur inn í milli. Þau eru alltaf með svona sumarvörur einhverjar sem akkurat. Sem svona sumarnýjungar. Og það rosalega gaman að vinna með kúnna, ef viðskiptavin, sem eins og Nóa Sirius, þeir eru leiðandi á sínu sviði. Akkurat. Og þeir eru náttúrulega búin að gjörbreyta svona bara nammi hegðun í rauninni í Íslendinga. Þú veist, þeir eru búin að kynna okkur fyrir alls konar svona bragð og svona sem að og það svo gaman að það sé komið ofan í þetta sígilda hefðbundna konfekt. Þú veist, þetta bragð sem búið að vera að kynna okkur fyrir síðustu árin sem með lakkrísinn og í einhvernum fyllingum og fleira. Að það svo gaman að það virðist vera bara, þau eru einhvern veginn bara endalaus uppspretta af nýjum nammi sem maður hefði haldið að þetta hefði bara stoppað fyrir, þú veist, það hefði búið komið súkkulaði og komið fylling, en þau virðast bara endalaust vera með hugmyndir að skemmtilegu nýju nammi. Þau eru líka svo duglega að hlusta á þjóðina, sko. Já. Þú veist, þau bæði varpa spurningum út á samfélagsmiðla og taka ábendingum sem líka kannski partur af því hversu mikið spenna í þjóðinni hefur verið fyrir þessum mólum, af því að, þú veist, við vitum að þetta eru allt bragðtegundir sem eiga eftir að falla vel í kramið, sko. Já, akkurat. Spennandi. Þetta búið að vera skemmtilegt og áhugavert spjall og gaman að fá að forvitnast á bakvið þessa sígildu móla og nýju móla, hvað liggur á bakvið. Það bara frábært að fá að kíkja á ykkur, Dagný og Hrönn. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Takk fyrir okkur.